Komið sæl og verið velkomin í golfþátt Kylfings. Golftíðin komin í fullan gang og við erum á fullu með kamerur og kylfur á lofti. Þeir eru farnar eldastæðanskylfingarnir. Meðalaldurinn einhvers staðar rétt undir 50. Við förum nokkur sinnum í viku. Þannig að það nú allavega hreyfing hjá okkur, sko. 3-5 sinnum í viku. Hvað finnst þér eftirminnilegastur á öllum þessum ferðum? Ég hitti fyrsta dræfið á gamla vellinum, Old Course. Kálfatjarnarvöllur hjá golfklúbbi Vatnsleysustrandar völlur sem vert að gefa gaum í flóru minni golfvallana. Hann staðsettur mitt á milli Hafnarfjarðar og Reykjanesbæjar og liggur umhverfis Kálfatjarnarkirkju. Það því stutt í messu ef kylfingar vilja slá 2 flugur í einu höggi á góðum sunnudegi, fara til kirkju eftir golf. Völlurinn 9 hólur par 70. Ýmsar torfærur utan brauta, svo sem gamlar grjótlæðslur, hraun, tjarnir og fleira. Hann því sýnd veiði en ekki gefin og það langt frá því að vera öruggt að lágar tölur sjáist á skorkortinu því erfitt getur verið að skora á honum þó hann sé ekki langur. Formaður klúbbsins segir að vel sé tekið á móti gestum en völlurinn hafi tekið vel við sér nú í byrjun sumars. Við komum bara vel undan vetri. Voru var kallt eins og við sjálfsagt öll vitum en á 2-3 vikum þá kom hann fljótt til völlurinn. Hvernig aðsóknin búin að vera? Bara með ágætu móti, það náttúrulega kallt voru, það náttúrulega eins og gefur að skilja þá fer fólk seinna þess að stað með setti sín og tekur það út en það bara byrjar ágætlega og þetta svona bara líklega betur enn í fyrra og síðustu 2 ár. Hilmar segir að andinn sé mjög góður í klúbbnum á Kálfatjörn. Herru, þetta afskaplega góður félagskapur. Hérna rólegt og fínt andrúmsloft, alveg sæmilegt traffík á vellinum og enginn að flýta sér svo sem. Hérna þetta svona meira kannski, þeir eru farnar eldastæðanskylfingarnir. Meðalaldurinn einhvers staðar rétt undir 50, þannig að það kannski segir sitt. Karlar fleiri en konur? Já, þeir eru fleiri, mun fleiri en við vonumst til þess að konurnar svona fara að fjölga. Þó völlurinn sé flatur þá ýmislegt í umhverfinu sem gerir hann sérstakann. Það sem einkennir völlinn þetta manngerða landslag í honum. Hérna mikið á tóttum og hlöðnum túngörðum öðru sem fyrir þann sem hefur ekki komið áður að hann hérna hefur gaman að því en það líka fljótt að refsa að lenda í þessum görðum og ætla sér eitthvað stórt þá getur maður að fara illa. Nýlega fékk klúbburinn að gjöf hjartastuðtæki frá kvenfélaginu Fjólu sem fagnar 90 ára afmæli á þessu ári og Lions-klúbbnum Keili sem 40. Já, svona kannski ljósið þess að meðlimir eldast. Nei, ég segi það nú ekki en þetta að verða svona fastu liður hjá svona félögum að hafa þetta tæki til taks ef á þyrfti að halda en sjálfsög vonum við til að það þurfa ekki að halda. Og það var ómæntur gestur sem lenti á Kálfatjarnarvelli síðasta sumar en þá nauðlenti flugvél á honum. Jú, það rétt, hún ákvað að taka hennar brautina til lendingar og snerti grínið en það sást ekkert á því, það var hjólför en það var búið að jafna sér eftir 2-3 daga. Það var ekki neitt. Ótrúlegt. Landið á Kálfatjörn ævagamalt og í lýsingum á golfbrautunum að finna skemmtilegan fróðleik úr sögunni. Til dæmis þarf upphafsök á 9. teig að fljúga yfir Harðhaus inn á Fjósakotstún og síðan á Hátúnstún. Nafni Harðhaus til komið vegna þess hve illa hóllinn fór með ljá bónda á Kálfatjörn í seinni tíð. Í miðju Hátúnstúni sem girt var grjótgörðum stóð Hátún sem var grasbýli frá kirkjujörðinni en fór í eyði árið 1920. Árið 1941 var þar byggður sumarbústaður en föst búseta tekin upp 1960. Það þekki allir alla með nöfnum hérna og það kósí stemning og góð.
Ferðir til Englands í golf hafa aukist mikið á undanförnum árum. Goodwood vinsælt golfsvæði með 2 golfvöllum og fallegu golfhóteli á draumastaði í ensku sveitinni í West Sussex í klukkustundar akstursfjalað frá Gatwick flugvelli, en GP-ferðir hafa boðið upp á ferðir þangað. 2 keppnisvellir eru í Goodwood, Park og Downs, en Downs einn af 100 bestu golfvöllum Englands. James Braid sem sigraði 5 sinnum á opna breska meistaramótinu hannaði Downs-völlinn sem opnaði árið 1914, en hann hefur skilið eftir sig eftirminnilega golfvölli og má þar nefna Carnoustie þar sem opna breska meistaramótið hefur farið fram nokkrum sinnum. Braid hannaði einnig Kings og Queens vellina á Glen Eagles golfsvæðinu og gæðin á Downs-vellinum eru því óumdeild. Á hennu glæsilega golfhóteli eru 91 herbergi, heilsulind og veitingastaðir. Auk golfvallana stór glæsilegt klúbhús og æfingasvæði. Fyrir þá sem vilja gera meira en að spila golf og hafa það náðugt á veitingastöðum og hótelinu í Goodwood, þá ýmislegt fleira forvitnilegt í boði. Á landinu sem í aldir hefur verið í eigu hertogans Richmond meðal annars Rolls-Royce bílaverksmiðjan. Rétt hjá kappakstursbraut þar sem meðal annars keppt á Ford-bílum en einnig á öðrum faratækjum sem fara hraðar en heimilisbílinn. Flugvöllur í grennd og þegar við vorum við golfleik flugu Spitfire flugvélar yfir golfvöllunum. Ef þetta ekki nóg hægt að komast á veðreiðar eða fylgjast með krikket, sem sagt svolítið meira en bara golf, og þeir sem vilja fara aftur í tíman í golfi hægt að taka fram eldgömlu kylfurnar og kannski fara þá í fatnað við hæfi. Richmond hertogi bjó í Goodwood setrinu og í húsinu eru núna glæsilegu veitingastaður og safn og skammt frá Kennels klúbhúsið sem opið fyrir kylfinga og aðra gesti Goodwood. Þar myndlistinni gert hátt undir höfði sem og fleiri úr sögu svæðisins sem rekja má aftur í aldir eða 300 ár. Þarna virkilega gaman að setjast niður með ljúfan drykk og njóta augna konfekts eða góðra veitinga í mögnuðu umhverfi jarla og hertoga. Here on the Goodwood estate, which is 12,000 acres of a family estate, which has a rich sporting heritage. So the sports here are cricket, motorsport, horse racing, aviation, and golf. So golf has been played here since 1914. Stewart segir að það sé aldagömmul hefð fyrir hvers kyns sporti á 12.000 ekrum af landi í Goodwood, krikketi, mótorsporti, veðreiðum, flugi og golfi. Golf hefur verið leikið í Goodwood frá 1914 og útsinni frá efsta punkti Downs-vallarins stórfenglegt. Það og landaregnin hefur haldið upp í nafni Goodwood í árhundruð. So, do you want the golfers to do some other things as well? Absolutely, that's what we want. We want people not just to come here for golf, but to enjoy some shooting, some driving, some flying, eating and drinking well, which I think they enjoy to do. Yeah, it's a great setting to do a lot, and it's important that actually when people consider coming here, they look at the different options of things to do, because there's a variety of experiences for what people can enjoy themselves with here. Þegar Stewart spurður hverja séu hans uppáhaldsbrautir á völlunum, nefnir hann 1. og 18. á Park en aðra og 7. á Downs. 7. stutt par 4 þar sem hægt að njóta glæsilegs útsýnis í allar áttir. Góður hópur félaga úr golfklúbbi Suðurnesja hefur í bráðum 3 áratugi sótt Bretland heim að vori til golfleiks. Fyrstu árin var farið til Skotlands og leiknir margir vellir í hverri ferð, en svo kom Englandinn og einnig Wales og Írland. Suðurnesjamenn hafa leikið ansi marga velli á Stóra Bretlandi, meðal annars mjög marga af völlunum þar sem opna breska mótið, stærsta mót ársins, haldið. Nú seinni árin hafa GS félagar heimsótt fleiri svokölluð resort þar sem hótelið helst í göngufæri frá golfvöllunum. Hópurinn nefnilega aðeins að eldast og framboðið af svona golfsvæðum hefur líka verið að aukast á síðasta áratug. GS hópurinn fór til Goodwood í vor og þeir voru mjög ánægðir með túrinn. Hvað það skemmtilegasta við svona ferðir? Það bara félagskapurinn
og svo náttúrulega flotti golfvellir, það er aðalega málið, finnst mér. Og síðan náttúrulega bara fá almennt veður. En öðru leyti er þetta bara búið að vera frábær túr, það sem komið er. Og Suðurnesjamenn verið duglegir að fara í þessar ferðir bara, já, síðan 1988, svo vita sé. Hvað er það sem að færi menn til þess að fara á hverju ári? Er þetta svona kickstarta tímabilinu? Já, gott að starta svona og fá gott þrek og æfa og spila í byrjun maí og við erum reyndar að fara í apríl líka en þetta núna eins og við erum búin að vera að spila núna er þetta bara mjög gott að byrja svona, koma sér í form. Hvað finnst þér eftirminnilegast úr öllum ferðunum hjá GS? Erfið spurning. Eftirminnilegast er þegar ég fór hole in one árið 2000 á St. Andrews. Það er toppurinn, langflótast. En öðru leyti það er svo margir eftirminnilegir hlutir sem hafa gerst hjá okkur. Gríðarlega margir. Mikið breyst í golfinu? Já, allt annað sko. Þetta er svona breytti tímar, skemmtilegri græjur sem menn eru með og við erum náttúrulega líka með þennan félagskap sem að menn hjálpa hver öðrum og laga menn til og þannig að maður sér bara breytingar á mönnum ár eftir ár og síðan náttúrulega eins og við erum að horfa upp á núna, það eru sumir að bæta sig og aðrir að gefa þess eftir eins og ég og fleiri. En alltaf ég gaman samt, eða þannig? Já, það er alltaf alveg frábært að vera í þessu og bara mjög gaman. Ég held að þetta sé orðið, 33 ár hjá mér í golfi. Það er sæmilegu tími. Hvað finnst þér eftirminnilegast úr öllum þessu ferðum? Það er ég hitti fyrsta dræfið á gamla vellinum, Old Course. Af hverju? Niður undir læk. Ég ætla ekki að segja hvað ég fekk á hana. Jú, það var bóki. Og félagi GS spila mjög marga velli í bráðum, já, þetta fara nálgast 25 ár. Hvað er eftirminnilegasti völlurinn? Ég held að gamli völlur sé eftir með næstur. Síðan er náttúrulega frábæri völlur sem Druids Glen í Dublin sem er mjög skemmtilegur. En St. Andrews vellirnir sitja mest. Og Druids Glen, hann er bara eins og bara skrúðgarður sko. Svona, hvað er það sem að færi menn til þess að fara út til Bretlands alltaf á vorin, búið að gerast síðan 1988? Þetta er náttúrulega bara, félagskapur er náttúrulega rosalega skemmtilegur og svo bara það er svona öðru sér andrúmsloft í þessum ensku klúbbum, sérstaklega. Það er mjög gaman að koma í þessar gömlu ensku klúbba. Og starta tímabilin á Íslandi? Já. Þetta var alltaf að hugsa þannig? Já, koma sér í gang, það er alveg, og þetta er mjög skemmtilegt sko. Finnst þér ekki mikið að breyst á aldarfjórðungi frá því að þú byrjar að fara út? Já, vellirnir. Já, og bara margt í golfinu? Já, margt í golfinu er breyst sko. Og kannski undanferðin ár hafa við verið minna að fara þessu gamlu velli sko. Við erum meira á svona resortum sem er fínt líka en hitt situr meira í minningunni sko. Það er alveg ótrúlega gaman. Það er náttúrulega skyldumæting að fara á St. Andrews. Það er bara, verður að gera aður og deyrið sko. Það er bara svoleiðis, það er ekkert. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn býður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Ég er ekkert endilega svo allra best í golfinu, en ég er nú samt oft að spila með Al-Gæjón og er ekkert að fara í punktu með þeir. Það toppar ekkert þetta sport. Ég meina keppni mann sjálfan, félagana, veðrið, landslæðið. Strákandi segja, ef golf væri kona, þá væri ég fyrir löngu konu í samband. Samveran, leikurinn, útiveran, hreyfingin, keppnin og ástríðan fyrir alla ævi langt. Golfið hefur þetta allt. Er þetta svo kallar bræðragolf? Já, það er eiginlega hægt að segja það sko. Við erum hættir bræðraglímunni. Já, þetta er náttúrulega bara skemmtun sem
tekur við þegar amstrið búið á deginum og frábært að vera með svona góðum félögum. Og í svona frábæri íþrótt? Já, sjálfsögðu. Þetta ekki spurning að halda áfram í golfi. Það heldur manni við og gerir mann bara yngri, ef eitthvað Hvað stundið hana mikið? Já, lítið. Það nú vanlega þannig. En það alltaf jafn gaman. Já, við förum nokkur sinnum viku. Þannig að það nú allavega hreyfing hjá okkur, sko. 3-5 sinnum í viku. Þið félagar hér í Selbergi? Já, félagar. Hvað finnst ykkur skemmtilegast við golf? Skemmtilegast? Stuttvökin. Þau eru mest krefjandi og gefa mest. Þrýða félagunum, það skemmtilegt þegar maður fyrir hólu í höggi hérna niður frá, 8. sko. Hefur þið náð því? Ég hef náð því, já. En alltaf að tala það, sko, að það sé svo einmann að vera í einherjaklúbnum, sko, því að við erum ekki konið þangað ennþá. Við lifum það alveg af. Við lifum honum að njóta þess. Það var gaman að þessu. Það snýst bara það. Já, er ekki íþróttin líka svo dessulis? Hún býður upp á það, félagskap og hafa gaman. Og þú ert alltaf að reyna á sjálfa þig. Það er aðalatrið. Já, það er viðast. Já, alltaf ekki. Og kannski glíma við aukakílóin. Þau færu all hérna á þessu velli. Já, nú stundur líka þegar maður kemur heim, sko, þá veit maður að þarf að skipta sett. Hafið þið aldrei hægt í golfi? Nei. Því að eitthvað hefur gengið illa? Nei, ég er búin að vera alltaf stutt til þess að ég fara að hætta. Þetta er alltaf skemmtilegt til þess. Ég er sammála með því. Þetta er svo stutt síðan við byrjuðum það er bara 5-6 ár. Byrjuðu allt of seint? Allt of seint. Því að þú fyrr? Nei, ég var á svipuðum tíma á þeir en svo þurfti ég að fara í aðgerð á sitt hvort öxlinni og það er búið að taka mig 2 ára að koma tilbaka. Hann er ennþá að tala þetta. Er þetta afsökun hjá hann? Nei, þú sér það, ég lengdu hendurnar á hann. Hvernig byrjaðir þú í golfi? Ég byrjaði bara eins og mjög flestar konur sem að byrja á efri árum að kallinn dró mig með sér í golf. Eða veist, ég byrjaði náttúrulega urra þegar hann fór í golf, skrapp í 4-5 tíma og ég með lítil börn heima. Þannig að þá náttúrulega sá hann fyrir sér annarkvort þarf ég að draga hana með mér eða hætta í golfi. Og hann sagði eitthvað tíma núna í veislu fyrir svona það verið ekki svona 2-3 ár síðan að þetta fór eiginlega framar væntingum því að hann vildi bara svona spila félaga og komið mér svo bara eitthvað svona kvennahóp svo hann geti spilað með köllanum. Það fór svolítið út úr böndunum því að ég náttúrulega fór all in. Þú fórst alla leið? Fór alla leið. Ég er svo náttúrulega íþróttastelpa upplega á Akranesi. Spilaði fótbolta lengi og spilaði alveg fótbolta með Stjörnunni til 2000 þannig til að börnin fór að koma. Þannig að ég hef alltaf elt bolta, þannig að þetta er bara að slá bolta og maður nennir ekkert að vera einhverju til þess að maður þarf að hafa einhver tilgang og æfa sig og þannig að þetta fór bara yfir í golfíþróttina þar sem ég var með í boltanum. Hvað finnst þér svona mest heillandi við golfíþróttina? Bara bæði úti var hún líka eins og fyrir krakkana bara hvað gildin eru sterk. Ég hef alveg 3 stráka sem geta alveg mist sig, sko, pirrast yfir einhverjum, þú mátt ekki pirra þig á golfi, þú verður að vera kurteis og þetta er svona gentleman's game, þú ert að skrá niður rétt skorð og þú lærir rosalega flott gildi í golfíþróttinni bara út í lífið. Að mæta á réttum tíma, virðingu fyrir tíma annara, þú ert að vera mættur að rás, teg 10 mínútur fyrir hans missur af honum. Þannig að það er fullt af svona litlum atriðum sem eru góð bara út í lífið. Þannig að það er bara golf fyrir litla flotta stráka sko, og stelpur er bara rosalega gott veganesti út í lífið. Og tala nú ekki þegar maður er komin á businessfundinu og getur tekið 18 holur með góðum golfspilurum. Það er það sem er komið í alla business skóla úti að það er golfkennsla líka. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make
like a dragon, wanna retire, man, I'm too hot. Ævar Finnsson, kylfingur í golfklúbbi Suðurnesja, vildi prófa að leika eina frægustu golfhólu Íslands, þriðju brautina, Bergvíkina í Leiru, frá nýjum upphafsteig. Ekki frá landi, heldur frá sjó. Mér hafði dreymt þetta lengi, sagði Ævar í samtali við kylfing.is, en uppátækið varð að veruleika í vikunni rétt fyrir Íslandsmóti í höggleik á Hólmsvelli sumarið 2011. Við ætlum að rifja hér upp gamla en skemmtilega frétt úr safni kylfings. Í Rjómablíðun lét Ævar þessa hugmynd verða að veruleika með hjálp vinar síns, Þórhalls Ingarssonar, eiganda Trillunar Lilla. Þeir tóku með sér veglega grastorfu og tréplötu, slatta af golfboltum og kylfur og héldu út í Bergvík. Nú skildi ekki slegið frá hefðbundnum uppáfsteig sem þykir á flottum stað og fær marga kylfinga til að kikna í hnjánum, heldur úr lítilli trillu 70 metra úti í sjónum í Bergvíkinni. Ævar sló síðan nokkra úr Lilla og margir lentu á þriðju flötunni en einhverju náðu ekki yfir og endu í blautri Bergvíkinni en boltinn þurfti að fljúga yfir veglegan grjótvarnargarðinn sem liggur meðfram brautinni. Eins og sjá má var uppátækið skemmtilegt, þessi fína torfa á trillunni og jafnvægið flott hjá Ævari. Það sem langar að tala við ykkur núna hvernig við erum að æfa okkur. Það mjög algengt að þegar við erum að æfa okkur þá erum við að vinna í einhverju atriði í aftursveiflunni og það sem ég sé oft að fólk að einbeita sér og athuga stöðu og svo hættir það og byrjar upp á nýtt. Við þetta erum við ekki að æfa alla golfhreyfinguna og svo þegar fólk fer að slá þá hikar það í höggi og slær þar alveg slæmt högg. Þannig að ef við erum að æfa aftursveifluna endilega takið alla hreyfinguna og ég vissum að þið fara að slá betri golfhögg. Gangi ykkur vel. Já, það oft talað að þeir komi með peningan inn. Að þeir komi með peningana á vallargjöldin og allt það, en við þurfum að passa þennan hóp mjög vel. Það þarf að leyfa þeim að spila golf og láta kynna spila golfi og klúbbarnir þurfa kannski að standa sig aðeins betur með þennan hóp. Bjóða og velkomna, þeir eru alveg jafn miklu kylfingar og afrekskylfingar og einhver aðrir. Kannski það góða það sem við höfðum upp á Skaga, við vorum bara með völlin og allt sem við gerðum keppni, og þetta var allt keppni og það var ekkert æfingasvæði til, það var engin básar eða neitt og við bara vorum út á völl, spilum kannski 54 hólur og það var alltaf eitthvað lagt undir eða fórum þá í chip og búkeppnir og þetta var bara lífið okkar bara þannig, þetta var tölvuleikurinn okkar upp á völli. Mér fannst ég þurfa að hreyfa mig meira en ég gerði. Var að vísa ræktinni en það var full einhæft. Alltaf lokuð inn í einhverju tækjasal. Ég elska nálægðina við náttúruna sem golfið gefur mér og svo þetta félagsskapurinn. Það náttúrulega takmarkið að fá alla vinkonuna með sér í þetta. Samveran, leikurinn, útiveran, hreyfingin, keppnin og ástríðan fyrir alla ævi langt. Golfið hefur þetta allt. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Vertu velkominn á Rocksap Íslands. Þar getur þú prófa hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú kom.